Svona, þá þetta komið. Og við ætlum að lesa eina ritningu hér í upphafi dags úr fyrra Korintubréfi 1:17-18. Og kannski kemur hún upp á skjáinn á íslensku og ensku. Það verða nokkrar ritningar. Gott að nota fyrra Kor 1:17-18. Þar segir, þetta er Krónikubók, Korintubréf, það er í Nýja testamentinu, en eins og maðurinn sagði okkur liggur ekkert á, við bara höldum áfram. Og það segir hér, ekki sendi Kristur mig til að skýra, heldur til að boða fagnaðar erindið. Ekki með orðspeki, til þess að kross Krists misti ekki gildi sitt. Og ég ætla að lesa áfram 18. versi, því að orð krossins er heimska, þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Mér langar að tala svolítið gildi krossins í dag. Og á hverju vil ég tala gildi þessa kross? Jú, það virðist vera að þjóðin okkar, hún þekki ekki lengur þetta gildi. Við þekkjum vel verðbréfin og allt það og allt sem er að gerast menn þekkja regnbogafánan, en þekkja þeir og vita hvað hann stendur fyrir. Að vísu hefur hann 2 gildi. Hann hefur kristilegt gildi, þar sem segir að Guð muni aldrei eyða aftur jörðina með flóði. En síðan hafa aðrir tileinkað sér annað gildi fyrir þennan fána, sem segir ég er stoltur af kynhneigð minni. Og fólk veit allt þetta, en hvað veit fólk Jesúm Krist og hans kross? Og ég var niður á Landspítala daginn, þar hitti ég mann og fór að ræða við hann. Og við fórum, hann var frá Reyðarfirði minni mig, og við vorum að tala samgöngumálin þarna, og ég segi við hann, já, heyrðu, ég þekki nú einn í sveitarstjórn Múlaþings. Og hver er það, segir hann? Það er hann Þröstur Jónsson, segi ég, hann er góður vinn minn, og hann vill fara svolítið aðra leið þarna, hann vill fara norðurleið en ekki suðurleið, og ég sjálfur er ekki alveg inn í því hvað það þýðir. En svo segir þessi maður, já, ég er sammála Þresti, það er margt gott sem hann kemur með, og ég held ég sé bara sammála honum í svona öllu. Nema ég skil ekki af hverju hann þarf að vera að blanda þessum Guði svona í þetta af og til. Og ég segi já, við Þröstur erum nefnilega trúbræður. Trúið þú á Sigmund líka? Nei, ég sagði, ég trú á Guð, við erum trúbræður Guð. En þetta stakk mig vegna þess að þetta er svo fjarlægt, við erum kristin þjóð og okkur finnst svo fjarlægt að trúa á Guð. Og það kom upp svona mynd í huga minn að ef að, nú er nágranni minn, nú á hann bíl. Og segjum sem svo að ég horfi á þennan bíl og ég sé að nágranni minn, hann notar aldrei bílinn. Svolítið að ég fer yfir og spyr hann, á hverju notarðu aldrei bílinn? Og hann segir, já, þetta er bara flottur bíl og ég á þennan bíl og ég vil bara hafa hann hér. Já, segi ég, en er ekki bíl til að nota hann? Sko, mín bílamál eru mitt mál. Það er bara mitt mál. Ég er búinn að lesa allt þennan bíl og ég veit allt hann og hann á bara að vera svona. Og sko, mér finnst það mjög skrítið að ef að maður ætti bíl og hann notaði hann aldrei. En málið er það, þegar við tölum stundum trúna við fólk, þá segir það, já, ég er búinn að lesa alla biblíuna. Já,
Ég búinn að lesa alla biblíuna og ég ætla bara að hafa þetta fyrir mig. Þú þarft ekki að vera að tala þetta við mig. Og mér svo einkennilegt að ef við eigum bók og ef við eigum trú að við notum það aldrei. Við elskum bara umgerðina og við setjum þetta upp í hillu og þetta svona verndargripur og þá það alveg eins og bíl sem þú notar aldrei. Þetta bara upp í hillu. Þetta verndargrip, þetta flottur bíl upp í hillu og ég meina, það bara mitt mál hvað ég gerir við það. Auðvitað það þitt mál. En þess vegna ég að tala gildi krossins í dag, að krossin, hann ekki bara eitthvað til að hanga hér upp á vegg, hann hefur ákveðin boðskap sem annarkvort kraftur Guðs eða heimska. Annarkvort það kraftur Guðs eða heimska. Og ég ætla að segja að gildi krossins, hann getur haft það gildi fyrir okkur sem örkin hafði fyrir fólkið á dögum Nóa. Og vitið þið hvað, með örkin á dögum Nóa, að fyrir suma, þegar Nói byrjaði að smíða örk, þá var það heimska, alveg fáránleg heimska. Menn hættust að honum í 100 ár og þetta var fáránleg heimska. En fyrir þá sem fóru inn í örkina og lifðu af flóðið, þá var boðskapurinn örkina kraftur Guðs. Þannig að gildið sem örkin hafði, hún tók menn úr syndugum heimi yfir á heilaga jörð. Örkin gerði það. Hún tók 8 manns frá syndugum heimi og droppaði þeim af á heilagri nýrri jörð. Þetta nákvæmlega það sem krossin gerir. Hann tekur okkur frá syndugum líkama og syndugu líferni og setur okkur inn í annan heim sem við köllum Guðs ríkið. Jesús Kristur, hann sagði að föður verð ekki hrædd litla hjörð, föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Þannig að krossin, hann í raun og veru samkvæmt Kólossubréfinu 1:13, þá færir hann okkur frá valdi myrkursins inn í ríki Guðs elskaða sonar. Hann færir okkur frá valdi myrkursins inn í ríki Guðs elskaða sonar. Þannig að gildi krossins getur verið kraftur, það getur líka verið þitt dauða. Það getur, þú velur, ef þú telur það heimsku, að þá verður eins og dögum Nóa, þeir sem sögðu að Nói væri heimskur, að þeir greiddu fyrir það með lífi sínu í staðinn fyrir það að fá að fara inn í örkina og frelsast. Og þetta sama með krossin, að orð krossins, við lesum hér í 18. versið aftur, heimska þeim glatast, en á oss sem hólpnir verðum það kraftur Guðs. Og það svo merkilegt að Guð setti fram fagnaðarerindið eins og segir í versi 21. Hann setti það fram á þann hátt, og nýja þýðingin segir það betur, að hann með speki sinni gerði það svo að menn með mannlegum skilningi gátu ekki skilið verk krossins. Þeir þurftu að auðmýkja sig og segja: Drottinn, ég trúi, ég iðrast og ég trúi. Þá gátu þeir skilið. En öðruvísi gátu þeir ekki skilið, og þannig hefur Guð gert það. Guð hefur gert þetta þannig. En holdið og holdsins verk, þau hafa líka sitt gildi. Krossin, hann fyrir okkur sem meðtökum, hann okkur líf, en verk holdsins, þau leiða til dauða. Hyggja krossins líf og friður, eða hyggja andans líf og friður, en hyggja holdsins kallar á dauða. Þannig að við höfum þessa menn í dag sem, eins og Páll segir, þeir tilbýðja sköpun Guðs, eins og ef ég fær að tilbýða bílinn minn, þeir tilbýða líkama sinn. Hafið þið séð myndir af fólki, nú sjáum við myndir af karlmönnum líka, við sjáum myndir af konum, og það eru svo
yfirgengilega ánægðar með húsið sitt eða líkama sinn. Þær tilbiðja sinn eigin líkama og Biblían segir þetta fyrir 2000 árum að mennirnir þeir munu verða heimskingjar og tilbiðja hið skapaða í stað skaparans. Ég vil miklu frekar tilbiðja Guð heldur en bílinn minn eða skrokkin minn vegna þess að hvoru tveggja mun að engu verða. Þannig að gildi og merking krossins, við þurfum að virkilega koma þeim boðskap út að krossin, hann er ekki hér til að hafa hann bara hálsinn, hann er ekki hér bara til að hafa hann upp á vegg, nei, ekki framan á húsinu. Krossin hefur ákveðin boðskap til þín og mín. Og hann segir með það að ég geti verið krossfestur með Jesú Kristi til þess að lifa nýju lífi. Ég get verið krossfestur með Jesú Kristi. Jesús Kristur fyrir 2000 árum, hann fór á undan mér, það er eins og hann sé bara forfaðir minn og hann let krossfesta sig, svo get ég komið inn í þann díl á góðri íslensku. Nei, á lélegri íslensku. Ég get komið inn í þann sáttmála 2000 árum seinna. Þannig að ég er krossfestur með Kristi, ég fer frá dauðanum yfir til lífsins, sem þýðir það, 2. Korinthubréf 5:17. Og þetta er eitt misskildasta verk í hinum kristna heimi, jafnvel meðal hvítasunnumanna. Og nú vona ég að ef ég móðga einhvern að þá er það hans mál vegna þess að Guðs orð er bara svona og við breytum því ekki. Það segir hér í 2. Korinthubréfi, ef einhver er í Kristi er hann orðinn nýr maður, hið liðna varða engu, nýtt er orðið til. Sjáðu til, ef einhver er í Kristi þá er hann nýsköpun, hið gamla varð að engu, nýtt er orðið til. Hvað þýðir þetta? Það þýðir það að hið gamla, það fór ekki inn í endurvinnsluna í Sorpu til að verða aftur endurunnið. Það fór, hérna þegar við skýrum fólk, það var kistulagt. Þannig að líkaminn sem er í kistunni, hann er ekki líkami í bata. Hann er líkami sem er dáinn og hann er grafinn. Og það er þetta sem fólk misskilur. Gamla lífið þitt er ekki bata þegar þú kemur til Krists. Þú verður ný sköpun í Jesú Kristi. Hið gamla varð að engu. Hið gamla varð að engu. Þegar ég frelsaðist, þá nýji maðurinn minn, hann tók þá ákvörðun að hætta að reykja. Og þegar hann hætti að reykja, að honum hefur aldrei langað aftur í smók. Og nýji maðurinn minn, hann hefur aldrei dottið í það. Hann hefur aldrei nokkuð tímann dottið í það. Gamli maðurinn, hann var af og til á fylliríi. En nýji maðurinn hefur aldrei dottið í það. Nýji maðurinn minn er ekki bata. Nýji maðurinn minn er að vaksa í Jesú Kristi. Gamli maðurinn minn er krossfestur með Jesú Kristi. Gamli maðurinn minn, hann er eins og segir í trúarjátningunni krossfestur, dáinn og grafinn. Og sjáðu, lík er aldrei í bata. Komiði þeirri kenningu burt úr kristinni kirkju. Annaðhvort ertu ný sköpun eða þú ert ekki ný sköpun. Vertu ekki að þvælast með gamla mannin með þér, uppgrafinn. Og það er það sem Páll er að tala um í Rómverjabréfinu. Hver fær frelsa mig frá þessum dauðans líkama. Þeir þekktu þessa kenningu þá. Þannig að ef þú ert ný sköpun í Kristi, þá hefur þú byrjað nýtt líf eins og þeir byrjuðu á heilagri jörð Nói og hans fjölskylda. Amen. Þannig að nokkur orð meira þetta. Páll postuli segir í Galatabréfinu 2:20, hann segir, ég er krossfestur með Jesú Kristi. Sjálfur lifi ég ekki lengur framar, heldur lifir Kristur í mér.
Og svona ef við setjum þetta inn fyrir nútíman, þá getum við sagt, og ég man að ég talaði þetta einu sinni yfir ungu fólki í fermingafræðslu, að ég orðaði þetta svona, þú krossfestir allt sem þér mislíkar í sjálfum þér. Þú krossfestir allt sem þér mislíkar í farið þínu, syndir þína frá upphafi, þurrkaðar út, svo ertu kistulaður, grafinn og þú ríst upp á nýjum stað í nýjum andlegum líkama til að lifa með honum sem þú gafst þig á vald. Þannig að ég endurfæddur og líf mitt breyttist alveg hræðilega þegar ég endurfæddist. Alveg yndislega. Sumir segja að það er geggjað, en ég segi það er gersemi. Ef þú ert geggjaður, þá þarftu að lifa við því, en sjáðu til, gersemi, það er eitthvað sem er yndislegt. Það er eitthvað sem er yndislegt. Og heimurinn og Guðs ríkið, það eru tveir pólar. Páll segir hann segir, já, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi ég í því lífi sem ég lifi núna í trúnni á Krist sem lagði sjálfans í sölurnar fyrir mig. Og ensk þýðing segir, ég lifi lífinu í trúnni frá Kristi sem lifir hið innra með mér. Þannig að gildi krossins er líka þetta að við leyfum Kristi að lifa sínu lífi í gegnum okkur. Við lifum ekki lengur fyrir okkur sjálf, við lifum fyrir Krist. Það er að vera kristinn. Við lifum fyrir Jesúm Krist, við gefumst honum á vald, við erum verði keypt, og við gefumst honum á vald. Og Biblían segir líka í Korinthubréfinu, við erum ekki lengur okkar eigin. Og þar mættum við líka svona rifja upp, við erum ekki lengur okkar eigin. Við erum ekki lengur okkar eigin. Það er Guðs orð, alveg eins og hitt, hið gamla var það engu, að við erum ekki lengur okkar eigin. Hver á okkur? Jesús Kristur á okkur. Amen. Amen. Mín upplifun þegar ég tók við Jesú Kristi var sú að það krossfesti sig enginn sjálfur. Biblían talar að vísu að krossfesta holdið með ástríðum þessum gindum í Galatabréfinu, en ef þú ferð í Rómverjabréfið þá segir við krossfestum gjörðir holdsins með andanum. Það er andin í okkur sem gjörir svo. Það er ekki við, það er andi, heilagur andi sem krossfestir. Og mín upplifun þegar ég tók við Kristi var að það krossfesti sig enginn sjálfur. Það hafði eitthvað breyst í mínu lífi og ég upplifði nýjar langanir og nýtt eðli. Og hugsið ykkur, maður á togara niður í vélarrúmi að lesa Nýja testamentið og að geta ekki beðið eftir því að vaktin líka væri búin og byrja að lesa Nýja testamentið og Biblíuna. Ég var svo spenntur. Á þeim dögum var ekki Facebook, en þá voru svona blöð eins og Reyfarinn og Sannar sögur og allt þetta, og ég hafði þetta vanalega með mér út á sjó áður fyrr og en núna hendi ég öllu þessu drasli að því mér langaði ekki lengur til að lesa það, og ég fór að lesa Biblíuna og mér langaði til þess. Það var bara komið nýtt eðli, hið gamla lífi var farið. Svo fer ég í bæinn á Thunderbird-inu mínum, og maður hafði alltaf farið keyrt rúntinn, reynt að húka upp stelpur og eitthvað svona, eða hvað það var, og farið fyrir utan skemmtistaðina. Og svo er ég að fara heim af samkomu núna eitt kvöldið, og þetta er svona sennilega mánuði eftir að ég tek afstöðu og frelsast, og þá sé ég að það bílaruna fyrir utan Sigtún, þeir sem vita hvað Sigtún var, og það er svo skrítið að vanalega hefði ég bara, já, nú fer ég að skoða stelpurnar eða skoða lífið, skoða þetta allt saman, en núna þá kemur svona klíu tilfinning og mér langar bara ekki að fara, mér langar heim að lesa Biblíuna.
að lesa Biblíuna. Hvernig getur þú sagt að þetta sé eitthvað sem í bata? Ég var bara orðinn nýr maður, ný sköpun, ég var ekki í bata, ég var nýr og ég var að vaksa í Jesú Kristi, hljópa á hverja einustu samkomu sem ég gat fundið hvar sem hún var, og þegar ég var út á sjó, þá var ég bara að lesa Biblíuna. Ekkert annað, og biðja. Og var svo spenntur að lesa Biblíuna. Og þetta sama bókin og ég hafði sagt mömmu þegar hún sagði, Kristín minn, þú ætti nú kannski að lesa aðeins í Biblíunni. En mamma, þetta svo leiðinlegt. Mamma, þetta svo leiðinleg bók. Og hún var bara rykfallin upp í hillu í mörg ár. En þegar að ég upplifði verk krossins í mínu lífi, fékk að fara með Jesú Kristi á krossin og fara niður í skírnarlögin að vera krossfestur, dáinn og grafinn, rísa upp í öðrum heimi, þá byrjaði bara nýtt líf í mínu lífi. Og ég hef lifað í ætíð síðan með honum. Amen. Biblían segir í Kólossabréfinu 2:6, þér hafið tekið á móti Kristi, lifið því í honum. Og við getum sagt, ég manna Watchman Nee, hann segir einnig að bókum sinni Normal Christian Life, krossin hefur borið þig, krossin bar mig inn í nýjan heim. En núna þá þurfum við í þessum heimi einnig að bera krossin. Krossin bar mig, en nú ber ég krossin. Af hverju þarf ég að bera krossin? Jú, ég þarf að bera krossin þangað til Jesús kemur. Þangað til Jesús kemur aftur, vegna þess að við erum í þessum heimi. Við erum ekki af þessum heimi. Við erum af þeim heimi sem krossin færið okkur inn í, Guðs ríkinu. En ég ber kross. Og það eru ritningar hérna, ef við förum í Lúkas 9:23 til dæmis, það er Lúkas 9:23, þá getum við séð hvar þar stendur. Níu 23. Hann sagði við alla, hver sem vil fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Hver sem vil fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Okay. Einhver geti spurt, ertu ekki komin á heilaga jörð, ertu ekki komin inn í Guðs ríki, hvað er þá að vera að bera kross? Jú, ég það, en málið er að Guðs ríkið er ennþá í þessum heimi. Og þetta er eins og að, sjáðu til, við erum sendiráð Guðs ríkisins í þessum heimi. Við erum sendiráðsmenn, við erum ambassadorar og við lifum hér. Þetta er ekki okkar ríki er Guðs ríkið. Við, kirkjan á jörðu, er sendiráð himinsins á jörðu. Og þess vegna, þegar við erum í heiminum, þá tökum við upp kross og höldum áfram að bera kross til þess að byrja ekki að lifa lífi heimsins. Amen. Og þetta þýðir að ég afneita sjálfum mér til þess að Kristur megi lifa í mér. Ekki ég heldur hann. Páll segir, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, ég leyfi Kristi að lifa í gegnum mig. Þetta er gildi krossins. Þetta er sem krossin gerir í okkar lífi. Og þegar ég var að tala við krakkana, þá útskýrði ég að þannig fyrir þeim að íþróttamenn, þeir þurfa að æfa sig, þeir þurfa að afneita sjálfum sér til þess að ná árangri. Þeir þurfa að afneita sjálfum sér til þess að ná árangri. Sem þýðir að þeir afneita sjálfum sér, þegar aðrir fara út að skemmta sér, þá fara þeir að æfa. Og við
afneitum sjálfum okkur á þann hátt að við, þegar aðrir að njóta lífsins, eins og segir í dag, njóttu, þá erum við að elska Jesú, þá erum við að lofa Guð, þá erum við að leita drottins okkar og frelsara og segja, hvað á sendiráðið að gera í dag? Hefur eitthvað erindi í dag frá sendiráðinu til þessa heims? Við berum hans kross. Önnur mynd af þessu hjónabandið, hef ég sagt. Þú afneitar sjálfum þér til að eignast konu og þú lifir með þinni konu og þú þarft að afneita sjálfum þér til þess að konan geti verið hamingjusöm oft á tíðum. Ástæðan fyrir að fólk alltaf að skilja í mörgum, ég myndi segja 80% tilfellum, svo að fólk neitar að afneita sjálfur sér fyrir maka sinn. En kærleikurinn, hann fólginn í því að gefa, ekki að þiggja. Svo að krossin kraftur Guðs til að lifa nýju lífi mitt í öngþveiti heimsins. Þá til hvíld. Mitt í öngþveiti heimsins, þá til hvíld. Og mér datt nú í hug þegar ég var að hugsa þetta í gærkvöldi að sjáðu til, ef ég að bera kross og ég sest fyrir framan sjónvarpið, að þá skyggir krossin á sjónvarpið og ég sé bara krossin, ég sé ekki sjónvarpið, og ef þetta svona þá fer ég bara að gera eitthvað annað. Sjáðu til, að bera krossin, það hindrar okkur í stundum að gera það sem okkur langar að gera og við gerum í stað þess það sem Jesús vill að við gerum. Það gildið að bera krossin. Við gerum ekki það sem við viljum gera, við gerum það sem Jesús vill gera. Amen. Og nú segir Jesús á einum stað, hann segir, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðir og takið á þið mitt ok, sem hann getur verið myndið upp á krossin, og lærið af mér og ég mun veita yður hvíld. Og ef það eitthvað sem heimurinn þarf á þessum tíma, þá það hvíld fyrir sálina, ekki bara fyrir líkamann, heldur fyrir sálina. Það svo margir sem hann sagði mig, kunningi minn daginn, hann sagði að það væri 20-30% af þjóðina á einhvers konar lyfjum, einhvers konar fíkn-lyfjum til þess að láta sér líða vel, láta sér líða betur. En besta lausnin að koma til Jesú Krist, taka upp krossin og fara ferðina með honum inn í Guðs ríkið og halda síðan áfram að starfa þaðan á þessari jörð og bera krossin daglega. Fyrir sum þetta heimska, sagði ég, en sjáðu til að þetta líka kraftur Guðs fyrir þá sem frelsast. Þetta var kraftur Guðs fyrir mig, gjörbreytti mínu lífi, tók mig frá valdi myrkursins, flutti mig inn í ríki míns elskaða drottins. Þannig að krossin annarkvort lausnin fyrir þig eða heimska. Það var heimska fyrir mennin á dögum Nóa og þeir drukknuðu allir. Og annarkvort erum við á leið til lífsins. Ég var að hugsa að við fengum hérna nýja bók sem heitir Af hverju Jesú, og ég var að hugleiða, þegar maður réttir fólki þessa bók, þá getur maður sagt við fólk, ef þú lítur inn í bókina, þá finnur þú aðgöngumiðann til himinsins. Finnur aðgöngumiða til himinsins hérna, ef þú nennir að lesa þessa bók. Sjáðu, við þurfum aðgöngumiða til himinsins. Ég fór á flyover Æsland daginn, ég þurfti aðgöngumiða til að komast inn. Þegar ég vann á velli, fór ég gegnum gullna hliðið var það kallað, þá þurfti ég aðgöngumiða til að komast inn. Ef ég hafði ekki aðgöngumiðan, þá ég rekinn heim, alveg sama og þó að mennirnir þekktu mig. Og þetta eins með himininn, að
þú þarft aðgöngumiðan og Jesús Kristur, hann hefur dreift þessum aðgöngumiða út allt og að dreifa honum hér í dag og nú í þessum orðum sem ég að flytja ykkur, að ef við tökum á móti Jesú Kristi, þá hann aðgöngumiðin inn í himinin að þessu lífi loknu. Amen. Ef þetta heimskap fyrir þig, þá ferðu aðra leið. Nú Guð, hann trúfastur, þó svo að menn hafi ekki viljað hlusta. Í 1. Korinthubréfi, við ætlum að enda þar, 1. kafla 9. vers, þá segir Guð trúfastur. Þó svo að hann var trúfastur um mig, hann beið eftir mér í ég man ekki hvað. Ég var 27 ára þegar ég endurnýjaði líf mitt með Jesú Kristi. Ég hafði trúað á hann sem barn. Hann beið eftir mér öll þessi ár. Hann varveitti mig, hann fylgdi mér eftir og síðan tók hann á móti mér þó svo að hann fór ekki í fílu við mig. Hann elskaði mig þegar ég afneitaði honum. Hann elskaði mig. Já, ég kannski ekki afneitaði honum, en ég vildi ekkert með hann hafa því að ég sagði að hann væri svo leiðinlegur. En svo var það að þegar ég var komin í þrot með mitt líf og þá fór ég til hans og einhver hefði sagt, já, ég sagði þér svo og er að hlusta á mig fyrir 13 árum. Nei, það var ekki Jesús. Það hefði getað verið ég sem hefði sagt svoleiðis, en hann sagði það ekki. Hann sagði bara, komdu, nú byrjum við lífið saman, nýja lífið, og ég ætla að ganga frá þínu gamla lífi. Það verður gert að engu. Við setjum það 6 fet niður í jörðina. Halleluja. Þannig að Guð, hann trúr og hann ennþá að kalla þig elsku vinur, þú sem ert að horfa á netinu í dag. Hann ennþá að kalla þig og hann þráir að eigna samfélag við þig. Hann þráir að taka þig á krossinn sinn og fara með þig inn í landið heilaga og gefa þér nýtt líf í sér, og það snýst krossinn. Það ekki nóg að hafa hann bara hálsinn, við þurfum að hafa boðskap krossins í hjörtum okkar. Og megi Guð virkilega opna þennan sannleika fyrir þér, því að það líf eftir þetta líf og við þurfum á þessum aðgöngumiða að halda til þess að eignast eilíft líf. Amen. Drottinn, ég þakka þér bara fyrir orðið þitt og ég þakka þér fyrir að þú ert með okkur á þessum degi. Þakka þér fyrir að Drottinn minn og Guð minn að orðið þitt kraftur þeim sem trúa. Guð og Faðir, og ég legg okkur í þínar hendur í nafni Jesú sem æðra öllum öðrum nöfnum, og við leggjum þjóðin okkar í þínar hendur og við biðjum þig þess að orð krossins megi virkilega fara sem eldur yfir allt Ísland í Jesú nafni. Amen. Amen. Amen.